Þannig að við vorum að skoða eins hvernig við getum látið þetta verða einhvern veginn á skjánum hérna. Það var tvennt sem kom upp í hérna sem ég vil nefna að við getum tekið hérna, tökum eitthvað sem mega sens hérna, þennan gaur hérna og segjum margin 100 pixlar. Ok, ég er búinn að taka hérna gaur og ég er bara búinn að láta að fá margin 100 pixla. 100 pixlar bara sem dæmi, bara svo við fáum eitthvað margin. Ok, og þetta er shorthand fyrir margin sem þýðir að þetta hérna margin verður sett top, right, bottom og left. Ok, ef ég set margin 0, 100 pixlar, þá er það 0 upp og niðri, 100 vinstri og hægri. Svo getur ég sagt margin left, margin right, margin top, margin bottom. Svo er komið núna sem heitir logical properties sem að taka þessa pælingu sem ég nefndi aðeins áðan að vera ekki að hugsa top, left, right og bottom heldur hugsa bara í hvaða skrifkerfi er ég. Er ég að skrifa frá vinstri til hægri, hægri til vinstri, top to bottom to tops. Þá fáum við þetta margin block. Þá er margin blockjurinn að segja settu margin fyrir ofan og fyrir neðan. Og þá fáum við margin inline sem segir margin vinstri og hægri. Og þetta er svona dæmi CSS virkni sem er nýleg. Það nýleg að hún er ekki 100% studd af öllu vöfrum. Þannig að þá förum við hérna can I use sem er yfirlit yfir í raun bara stöðu á útfærslu á vefstöðlum í vöfrum. Og þá getum við gert logical properties og þá stendur hérna provide control layout through logical rather than physical direction and dimension mappings. Og þá getum við séð hérna að þetta er komið í öllum helstu vöfrum og þá er þetta komið að því að ég bara, seinast þegar ég reyndi að nota þetta þá var ég að nota Safari og þá lendi ég Safari var ekki að búttir þetta. En við sjáum hérna globally er þetta komið með 98% stuðning og án þess að vera með prefix sem er hérna sem við munum vendor prefix þá erum við 95. Þannig að þetta er alveg sem við getum notað í dag en þetta mun ekki virka í EE og þetta mun virka takmarkað í þessum eldri útgáfum af vöfrum hérna. Þannig að þarna komum við á þetta, ok, hvað er hægt að nota? Af því að það er verið miklar framfarir í CSS. Þá getum við bara að prófa Flexbox og þá sjáum við að Flexbox er komið 99,66% stuðning. Því að það er bara mjög gott og Grid er komið í 96,7%. Já, 97% tæplega. Og það er svona komið inn fyrir þessi kannski svona 5% vikmörk sem við horfum á. Og þá sjáum við hérna að það er Opera Mini og Baidu browser sem er í einhverjum vandræðum. Og þá erum við með mikið af fólki sem er að nota Opera Mini. Og þá erum við kannski verandi lifandi á Íslandi að það er ekki margir sem nota Opera Mini en Opera Mini er notað mikið til dæmis í löndum þar sem að bandvít er dýr. Það sem að Opera Mini gerir er að strípa burt bara allt nema bókstaflega það minnsta sem þarf til að birta vefinn og hérna skaffa því. Þannig að hann er mikið notaður í löndum, já, þar sem það er takmarkun. En við bara erum það heppin eða privileged að það er bara ekki eitthvað sem við spáum í. Við búum bara til vefi sem er með risastórum myndum og risastóru JavaScripti og bara mallar sko. Þannig hérna getum við farið og ef þið eru að nota eitthvað og þið sjáu hérna, ok, þetta er eitthvað nýtt, þá kannski athugið þið, getið notað þetta. Við sjáum eitthvað hérna sem heitir CSS Layers sem er á leiðinn inn. Það er hérna 87%, svo erum við eitthvað sem heitir Container Queries sem allir eru búin að vera að bíða eftir mjög lengi og þar erum við komin í það er bara 42%. Það er bara bókstaflega eitthvað sem að Safari var að shippa bara í útgáfu 16. Þannig ef þið eru búin að uppfæra iOS upp í og erum að uppfæra í iOS 16 þá fáið þið nýjustu útgáfuna af Safari og þá fáið þið stuðning við Container Queries og Safari var í raun í þessari keppni á milli vafraframleiðenda var fyrsti vafrinn til þess að koma með þetta. En þetta er í raun, skoðum nefnum þetta aðeins í samhengi við responsive í næstu viku. En þetta er
þetta framtíðin í CSS. Þetta það sem allir eru bara að tapa sér yfir. Þannig að fólk getur tapað sér yfir CSS. Fólk getur tapað sér. En þetta eitthvað sem var í raun lengi í stöðlun, en var síðan staðlað og tíminn frá stöðlun í útgáfu í Vafra hefur búið að tella í mánuðum, en eins og með Flexbox þá var tíminn frá stöðlun yfir í útfærslu í Vöfrum var talin í árum. Þannig búið að það í raun það sem við erum að vinna með í dag. Ok, en ég svo sem búinn að fara yfir það sem að, ég hef búinn að sjá með þetta, þannig að þið ættu að hafa út frá þessu sem ég sýndi ykkur, þó svo að þessi staða sem við erum í núna, kannski ekki alveg korrétt, en nota maxwidth og nota display inline block og block til þess að útfæra þetta verkefni. Heyrið hans í mér núna á eftir. Ef þið eru ennþá í vandræðum, þið getið alltaf fengið að skila seinna, en látið vita fyrir áður en að hérna fresturinn rennur út. Og ef þið eru í vandræðum, please, heyrið í mér. Ég hérna til að hjálpa ykkur. Ok, einhverjar spurningar? Þá ætla ég að taka verkefni frá því í fyrra og ég ætla aðeins að reyna að hamast í gegna það. En ég er náttúrulega bara allt og lengi með fyrirpartinn. Ég er svona 20 mínútum á eftir því sem ég ætlaði að vera með. En sjáum bara hversu langt við komumst. Og ég kannski fer svolítið hratt, en stoppiðu mig. Ég ætla bara svona að tala það sem ég er að gera. Bara þess að svona, hvernig vinn ég þessa hluti. Þannig að í þessu verkefni, alveg eins og í verkefni 4 núna hjá ykkur, þá er gefið eitthvað ákveðið HTML. Það er gefin einhver fyrirmynd og þá er þessi fyrirmynd farin að verða í raun miklu svona meira en það sem við erum að horfa á í verkefni 3. Þetta er alveg eitthvað sem þið getur séð á vef. Þetta er svona pattern. Við erum með eitthvað svona, oftast kallað eitthvað svona kart með mynd og titli, einhverju texta, einhverjum gögnum sem getur verið tögg eða dagsetninga eitthvað. Svo erum við með eitthvað svona til hliðar hérna og við erum með eitthvað svona sem blokkar upp í allt hérna. Svo erum við með aftur eitthvað svona hérna og svona tiltölulega mikið að vera hérna. Þannig að sjáum hvað við komumst langt í að vinna í þessu. Ég ætla frekar að fara svona broad strokes í staðinn fyrir að fara kannski nákvæmlega í eitthvað. Förum í desktop, klónum repoið. Opnum það í ritli. Ok, við erum með styles hérna og hendum þessu niður, hendum þessu svona og við höfum þetta tengt og gerum svona. Ok. Þannig að þá í raun fáum við þetta efni sem var gefið og þá sjáum við bara að allt efnið er bara í þessu eðlilega flæði. Það bara raða sér niður síðuna. Myndirnar taka bara eins mikið pláss og myndirnar eru stórar og þetta, ok, við getum lesið þetta, en þetta getur verið margfalt betra. Já, akkurat. Eða þá, þetta getur líka sést, ef þið eru með lélegt net og það er eitthvað svona að vera vesenast í hvernig CSS er lótað, þá gætu þið séð það unstyled og svo allt í einu poppar inn stílarnir. Og þetta er alveg vesen sem fólk er búið að vinna í. Og þetta er svona sérstakt heiti yfir þetta sem heitir flash off og þá er þetta flash off unstyled content eða FOUCT. Nei, já, unstyled content. Og svo er þetta með hérna, flash off unstyled fonts, þar sem þú færið í raun einhverja leturgerð og svo er búið að downloada leturgerðinni sem actually á að sýnast og þá er skipt inn leturgerðinni. Eða þá að þið sjáið í raun allt layoutið og myndirnar og bakgrunnslitina en það er engin texti. Hver er textin? Þá er búið að segja, já, ekki byrta henni texta fyrir að það er búið að downloada fontinum af því að fonturinn er svo fín og ég vil ekki fá svona eitthvað svona ljótt svona flash. Þá er einmitt, fyrir hvernig er verið að hugsa? Er verið að hugsa fyrir fólki sem er að reyna að lesa dótið eða verið að hugsa fyrir einhvern hönnuð. Og það kemur inn í að hvernig við lótum leturgerðin. Þá er það hérna, font display swap er það sem við viljum. Sem þýðir notaðu fallback leturgerðina
ef að heilaleitingarinn kemur innan ákveðins tíma sem mældur í millisekundum, þá máttu swappa því út. Annars þá heldur bara inni til þess að það sé ekki verið að skipta á milli leitinga. Ok. Þannig að við erum með þetta svona og nú bara spurning, sko, hvernig viljum við byrja að tækla þetta verkefni? Viljum við byrja á því að horfa á, ekki þetta, heldur þessa fyrirmynd hérna. Viljum við byrja á því að horfa á hana, sem sagt, inside out, þannig að byrjum við á því að búa þetta til, eða horfum við á hana outside in, sem við byrjum að setja upp layoutið og síðan fyrir við að láta hlutina passa saman, eða líta vel út innan. Þetta alveg 2 leiðir til þess að tækla þetta verkefni. Og það yfirleitt betra að velja sér eina og vera ekki að fara svona pók og stikka á milli, að hoppa úr einu í annað. Heldur segja bara eitthvað, ok, þetta mun bara líta illa út þangað til í búinn. Og þegar þetta er búinn, þá mun þetta líta vel út. Svona eins og þurfum að fara í framkvæmdir heima hjá sér. Allt í drasli, þangað til maður er búinn og þá lítur þetta allt geðveikt vel út. Þannig að það er allt bara í rusli, en maður verður bara að sætta sig við ruslið. Þannig að það sem við getum gert núna er að byrja bara á þessu efri gaurnum hérna og láta bara þessa hluti leggjast alla hlið við hlið við hlið. Þannig að byrjum yst og vinnum okkur inn á við. Ok, þannig að við erum með eitthvað hérna, við erum með eitthvað content og inn í því erum við með þessi section. Þannig að við getum séð hérna þessi section, og þau eru 3. Svo erum við með þetta mest lesið, það er eitthvað annað section sem kemur hérna. Ok, byrjum bara því að hugsa þess þetta hérna. Hvað kallum við þetta? Content, latest content section. Latest content section. Ok, það er í raun eitthvað hérna. Þannig að það eru þessi gaurar. Og svo erum við utanum það er í raun þessi content gaur hérna. Þannig að látum hann bara vera display flex og þá sjáum við að nú fara þær að leggjast hérna allir hlið við hlið. Ok, og þá getum við fara að hugsa, ok, sectionið ætti kannski að vera bara með einhverja ákveðna breidd út frá foreldri sínu, byrjum bara í 33%. Ok, nú þetta fara að vera svona eitthvað, þú veist, þetta skalast hérna. Þannig að það er eitthvað að gerast. Ok, þetta kannski myndirna líta hræðilega út. Þannig að gerum hérna almenna skilgreiningu fyrir alla myndir. Að mynd á aldrei að vera breiðari en 100% plássi sem hún getur tekið. Þannig að ég gerir svona og þá skalast myndin niður í það að vera að breiddin á myndinni mun alltaf vera að mestalagi plássi sem hún hefur og þá sjáum við í raun alla myndina. En þá sjáum við erum komin alveg eitthvað en við sjáum að það er mismunandi svona aspect ratio á þessum myndum. Þannig að þá komum við inn í þetta sem við töluðum með þessum í þar semsta tíma. Við þurfum einhvern veginn að geta fitta þessum myndum inn þannig að það séu í raun jafn stórar svo við getum látið þær líta svona út. Ok, og við getum núna að fara að hugsa, ok, það þarf að vera eitthvað svona wrapper utan um þetta sem við vorum að gera áðan. Þannig við ættum kannski líka að gera það núna til þess að fá bara aðeins sensaða hvað við erum að gera. Þá getum við séð hérna, ok, body, setjum bara div class wrapper utanum allt dótið. Svo getum við keyrt prettier til að formata þetta fyrir okkur. Svo getum við tekið þennan wrapper og sagt margin 0 auto with 100% max with ég man ekki hvað var. Jú, við vorum með breytuna og þá var það hérna, að því ég var að gera á hann, þá var ég alltaf að endurtaka 1200. Við getum sett þetta í breytu og nota þetta CSS variables og þá er hún skilgreind hérna og þá segir ég bara max with var, sem þýðir bara, þetta er fall sem segir notaðu breytu sem er skilgreind sem heitir max with. Ok, núna er þetta komið með eitthvað, þetta er miðja, þetta er í hámarksbreyt og ef ég fer hérna niður, þú veist, þá skalast þetta út því að þannig virkar flexbox. Ok, það er eitthvað að gerast. Þannig núna viljum við taka þennan hérna gaur og
og setja hann við hliðin á þessum gaur. Og hvernig gerum við það? Float. Ekki float. Ef að svarið við layout spurningunni þín float, þá ert þú einhvers staðar árið 1999. Það vantar hérna. Já, þannig að, hvað getum við notað? Hvað er að nota til þess að láta þennan hérna gaur leggjast hérna við hliðina á? Það ekki að gera flexbox ekki kolumn row. Já. Í Já, ok, og hvernig getum við látið í raun þennan hérna verða einhvern veginn flexbox með þessu? Akkurat, og þar komum við svolítið með þetta að þegar við erum að setja upp svona layout að við erum bara að taka flexbox og setja inn í það flexbox og setja inn í það flexbox og setja inn í það flexbox og það raðast allt bara inn í sínu plássi. Þannig að inn í þessu hérna plássi sem að þessi hérna einingi komið með, þarna getum við nota flexbox til þess að láta hlutina líta rétt út og inn í þessu hérna sem er þá bara textakontentið inn í þessu blokki getum við aftur nota flexbox til þess að láta það raðast eins og er. Þannig að þetta er bara flexbox alla leiðina í gegn. Þannig að núna erum við með þetta hérna í flexbox. Þannig að nú tökum við bara, ok, hvað ef við tek bara þennan hérna gaur og þennan hérna gaur og ég læt þau vera bara saman sem flex items inn í flex container. Og þá get ég farið hérna og sé, ok, ég er með þetta nýjast og ég er með þetta mest lesið og þá þarf ég að fara að hugsa, ok, ég er með þetta einhvern veginn svona. Þá þarf ég eitthvað utan um þessa tvo hérna og topp er hræðilegt nafn en þú veist, þá get ég gert svona. Þá getur við kannski, ég veit ekki hvað er gott heiti á þessu. Topp er geggjað. Topp er geggjað, já, slum ekki tapa okkur í smáatriðum. Af því að hafið ekki heyrt það eru bara 2 erfið verkefni í forritum. Það er að nefna hluti og cache invalidation. Og við erum búin að sjá að nefna hluti, cache invalidation munið sjá seinna í náminu. Þegar við erum hérna, við viljum þá segja hérna top, display, flex. Þetta er komið? Já, svona næstu því. Við erum aðeins að hnika þessu til. Þannig að núna því ég sá hérna, ok, þessi gaurar voru með 33%, sem var svona cirka bát. En núna viljum við raun að þetta sé allt bara taki fjórðung af skjánum. Þannig að þá getum við farið og breytt þessu hér í bara 25. Þetta var bara að taka 25% af plássinu sem er til staðar. Og þá sjáum við að það er eitthvað að gerast hérna. En þetta er kannski ekki alveg eins og við viljum. Þannig að þá erum við með þetta hér og þá sjáum við þessi hérna gaur er að taka miklu meira pláss. Og svo er þessi hérna gaur, hann er bara að taka nákvæmlega það pláss sem hann þarf til að birta efnið sitt. Þannig að þá sjáum við að það er í raun tilgreint af lengsta orðinu í þessu sem segir til hversu breytt plássið er. Þannig að við viljum samt að þetta taki líka 25%, þannig að við þurfum að láta þennan hérna gaur í raun vera bara með with 25%. Það samt gekk ekki alveg, af því að þessi hérna er ennþá eitthvað að frekjast með að taka miklu meira pláss. Þannig að þá þurfum við að segja, ok, verð þú bara með 75% og þá fórum við samt aftur hérna, ok, þá var þetta samt ekki alveg rétt hugsun að segja þessu ætti að taka 25%. Akkurat, þeir pæla bara í plássinu sem að þeir hafi í boði. Þeir pæla ekki í plássinu sem er heildin, héðan og hingað, heldur pæla þeir bara í plássinu sem er inn í containernum þeirra, sem er þessi hérnangur. En þá komum við aftur að þessu. Þeir vilja bara taka eins mikið pláss og þau geta í sínu kontexti og þeirra kontekst er bara það sem er skilgreint af foreldrinu. Og þetta gerir svona að setja svona layout upp með flexbox svolítið brass. Þannig þarna þurfum við að vera að juggla svona milli og þarna kemur síðan CSS grid mjög sterkt inn. Þannig þar getum við sagt bara búðu til þessi pláss og staðsettu þessa hluti akkurat í þessu plássi. Þá getur ég búið til 4 pláss og sagt bara þú tekur þessi hérna 3 pláss, þú tekur þetta hérna 1 pláss. Skoðum það í næsta tíma. En fyrir þetta
þá getum við sagt, ok, þessi þurfa þá að taka 33% af 100% sem er það sem er hérna. Þannig að þá segi ég 33 og þá fer þetta aftur í eitthvað, ok, nú er þessi hérna, hann er 100%, þessi hérna, hann á að vera 75% og þá verður þessi hérna 25%. Þannig að núna er þetta farið að líta rétt út miða við það sem við viljum, sem er í raun að þessir hlutir taki allir sirka, í þessu tilfelli, jafn mikið pláss. Og við erum alltaf á sirka þegar núna er búin að segja 33 sem er ekki, er sannarlega 1/3 af plássinu og 25 og við erum ennþá með eitthvað vesen hérna þar sem að við þurfum að gera eitthvað pláss til þess að láta hlutin ekki bara leggjast bara nákvæmlega upp í hvern annan. Og þá þurfum við að gera eitthvað, ef við viljum að reyna að láta þetta vera kórrétt, þá myndum við geta sagt hérna kalk 100 deilt með 100% deilt með 3. Ok, þá getum við kíkt á þennan hér, þá sjáum við hérna kalk 100% deilt með 3 og computed verður þá í raun nákvæmlega breiddin sem er í raun þriðjungur af 100%. Þannig getum við notað þetta kalkfall til þess að fá í raun nákvæma útreikninga. Ok, síðan þurfum við að fara að hugsa marginið hérna á milli, þannig nú þurfum við að láta hlutina anda og þá getum við fara að sagt, ok, þessi hérna gaur, hann þarf greinilega að hafa eitthvað margin right sem kannski byrjum bara með eitthvað 10 pixla. Ok, þá gerist eitthvað hérna og þá kemur hérna, þessi gaur ætti hann að hafa líka 10 pixla right eða ætti allir þessi gaur að vera frekar að ýta hinum gaurnum frá. Ætti þessi hérna gaur að vera að ýta sér frá hinum eða ætti þessi hérna flex gaur eitthvað að vera að gera. Þarna eru komnar svona spurningar sem er mjög erfitt fyrir ykkur að svara á þessum tímapunkti en er svona, hvernig erum við að strúktúrasera þessu okkar, hvernig erum við að ákveða hvernig við ætlum að ráðast á verkefnið. Og í þessu tilfelli þá bara gerum við eitthvað sem virkar. Þannig að við höfum bara þetta 10 hér, ég man ekki nákvæmlega hvort það var eitthvað skilgreint hérna, 1 spacing, jú, ok. Þannig að segjum bara var spacing, ok. Og svo þurfum við í raun að geta gert eitthvað fyrir þetta hérna, þannig að við þurfum að gefa þessu eitthvað, þannig að við getum kallað þetta eitthvað annað en bara section. Við bara getum sagt nákvæmlega hvað við viljum. Most red á að vera margin left þá, sem á að vera spacing. Ok, þá er þetta aðeins fara að gerast hérna, en þarna vantaði mig, þegar þarna verið búin að gera breytinguna hér í DevTools, en ekki færa það yfir. En ég þarf að fara aftur hérna og segja with 75%. Ok. Nei, ég seti á vitlausan gaur. Þetta átti að vera á... Nei, byrju, það var þessu... Hvar erum við? Hérna. Og þessi átti að vera 25%. Ok. Ok, og nú lendum við, ok, hvað er nú? Hvað lætur þú svona við mig? Ok, top, latest, ok, latest content. Ég setti á vitlausan stað. Þannig ég þarf að segja hérna, ok, latest with 75%. Þú kemur þetta rétt. Þarna var ég bara að setja þetta vitlausan stað, þannig að vitlaus hlutur var að taka, þannig að það var þessi hérna sem var með 75 og þess vegna var þetta skrýtna bil út af því að þessi hérna var að taka 75% af 150, þannig að það var 25% eftir að plássinu hérna sem var það sem við vildum að í raun myndi leggjast alveg upp að hér. Ok, þannig að núna erum við komin svona eitthvað sem við getum kallað, þetta er eitthvað í áttina, við höfum eftir að setja rétt letur, spáum ekkert svo sem í því. Þannig að núna getum við farið að reyna að láta þessa hérna gaura líta betur út. Eða einhverjar spurningar sem er komið? Já, við erum alveg að koma bara á pásu. Þannig að hvað
hvað myndum við gera núna til þess að byrja að tækla þessa gaura hér? Færa textan fyrir neðan myndina? Jú, það er ein leið. Ok, eitthvað annað sem við getum gert? Nú erum við komið með Flexbox inn í Flexbox. Okkur bara bætum við ekki við bara einu Flexboxi viðbót. Þannig að við tökum hérna gaur og segjum að hann er líka raðað með Flexbox. Og þá kemur svo property í Flexbox sem leyfir okkur að breyta röðuninni á elementunum. Þannig að ég get sagt hérna fyrir þennan gaur sem heitir bara eitthvað section hérna. Þetta ætlar að vera display flex. Þá fer þetta í eitthvað wonky state. Þannig að við þurfum að segja flex direction column. Ok, nú lítur þetta bara nákvæmlega eins út eins og það gerði. Nema, nú get ég farið þetta hérna image og sagt order sem er þá bara röðunin sem þú ert að raðast. Þannig að sjálfgefin röðun er í raun allir eru með sama hérna og raðast þar sem í raun bara í source order í þeirri röð sem er sjást í HTML-inu. En ef ég segi order -1 þá poppar hún fyrir ofan. Þá er hún í raun færð -1 stig fyrir ofan því þá hún fer fyrir ofan textan. Ok, þannig hérna er eitthvað að gerast. Þannig að þá getum við sagt, þá vantar okkur hérna að fara inn í þetta latest, ok, við getum bara kallað þetta section eins og er, latest content section, display flex, flex direction column og svo latest content section img order -1. Og þá gerist þetta fyrir alla gaurina. Af því allir gaurinnir hafa sama HTML. Þannig allir gaurar fylgja allir svo lengi sem að sama selektorarnir sem að targeta, þá eru þeir allir að fá sömu reglurnar á sig. Svo því er í raun að við myndum breyta þessu hérna, af því að section er bara type selector, þannig að hann gæti breyst og orðið eitthvað annað. Þannig að ég geti kallað þetta bara eitthvað card. Ok, kallum þetta eitthvað card hérna. Og þá er það þetta hérna, við erum að horfa það, allt þetta hér er eitthvað spjald sem við erum að vinna með. Ok, og þá þurfum við að fara hérna og passa að þetta sé í raun class card. Og gerum svona, svona og svona. Þá er þetta bara alveg eins aftur, nema núna erum við í raun minni hætta á því, til og með sem við myndum gera latest section eitthvað, að það myndi taka sectionið sem er þarna fyrir innan ef við ætlum að meina sem við fyrir utan. Þannig að með því að nota klass, þá erum við að fá meiri stjórn yfir í hvað við erum nákvæmlega að velja. En ok, þá lítur þetta svona, en það þýðir þá að ef ég er í raun eitthvað með eitthvað hérna sem ég gerir einhverja villu eða skrifa eitthvað villaust, að þá er þetta ekki lengur selektað af þessum selektor, út af því að þetta heitir ekki card, þetta heitir card X núna. Þannig að það fær ekki á sig sömu stílana og hin tvö. Tökum 10 mínútna pásu. Haldum svo áfram í CSS.